Já, komið sæl, ákaflega viðburðaríkur dagur þegar kemur að veðri. Illviðri víða land og töluvert úrkoma í þessu og við sjáum þessa kröppulagi vera hér yfir landinu á hádegi í dag en hún er nú að leita nokkuð hratt og örugglega til norðausturs og veður sljákkar það mikið á veðri hjá okkur á næstu klukkustundum og þær viðvaranir sem eru í gildi að þær munum svona tína tölunni þá þegar líður á nóttina. Og sjáum þetta hlýja loft sem að leita hér til norðaustur að baki skilunum býður okkar eilítið kaldara loft og það kemur nú fram þá í þessum veðurkortum fyrir morgundaginn. Við erum með stöðuna klukkan 15. Sjáum að hiti er nú svona á þessari stundu víða þetta á bilinu 5 til 8 stig og við búið að þeirra hallara kveldi að þá verður nú farið hitt að skríða sumstaðar nærri frostmarki en það er svona skúrakennd úrkoma niðurs á suðvesturhorninu og él til fjalla og svo eru að reiknast einhver úrkomubakka hér úti við norðurströndina. En ágætis veður, vindur hægur svona víðast hvar en eimið þó enn að þessari sterku vestanátt hér með suðurströndinu og úti við norðausturhorn landsins. En næsta lag, hún kemur nú þegar inn hjá okkur þá á fimmtudaginn og við sjáum hér stöðuna klukkan 14, þá verður skillagarnar komin hér inn á suðvesturhornið allhvast eða jafnvel hvasst undan þeim skilum og talsverð úrkoma þegar þau fara yfir. En ætti nú að vera úrkomulaust að mestu á norður- og austurlandi allan fram eftir degi. Og þegar þessi skil og lægð eru hjá og þá býður okkar rólegur föstudagur að mestu leyti og jafnvel bjart veður víða vestanvert landið. Öllum er óvissa kannski með þróun á austanverðu landinu, sérstaklega hér suðaustan til. Það virðist alltaf vera einhver veikskil þar yfir sem geta valdið úrkomu en þetta vera mestu leyti þurr þó á norðausturhorni landsins. Og hvað var það síðan laugardaginn, kosningadaginn sjálfan og svona fjölmarga viðburðir sem eiga sér stað þá og þá lítur nú laugardagurinn ekki vel út, svo segja má. Allan er útlit fyrir þessi spá ráð fyrir því að það verði hvöss austlæg átt á landinu þegar líður á daginn og úrkomuskil sem munu koma og fara síðan norður yfir land og því ekki spennandi veður að sjá en við skulum samt sem að bíða aðeins eftir næstu niðurstöðum úr líkonunum því að þetta getur nú breyst og eins og áður sagði spár ekki alveg sammála þessa þróun. En þá yfir til Evrópu og á sunnanverðu Bretlandseyjum lítur út fyrir flott veður á morgun. Það hæðarhryggur sem að teygja sig þangað 20 stiga hiti í Lundúnum og sólríkt og væntanlega nokkuð víða sólríkt til að mynda í Danmörku á morgun. Óstöðugra veðurlag þegar komið er inn yfir mið og austur Evrópu en fínn haustdagur í vændum getur við sagt á Ítalíu og sem og í Frakklandi. En Íberíuskaginn þar lítur út fyrir að það verði hellidembur á ferð í suðri og austri. Og hvað var það Bandaríkjanna þá sjáum við að það eru sterk úrkomumerki hér í austurhluta bæði Bandaríkjanna og Kanada. Vissulega hitatölur enn eða yfir 20 stigum nokkuð víða og jafnvel 30 stig hér niður á Flórída skaga en það er áberandi í kortinu að þegar vestar dregur að þá verður sólríkara og fínna veður svona heilt yfir. En þetta hér á korti morgundagsins þegar að nú þessi læti ganga niður hjá okkur í kvöld og nótt þá býður okkar til þess að gera rólegur morgundagur. Séum þetta gott að vera í dag, verið sæl.